Komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin í fyrsta þátt af 8 í glænýrri þáttaröð af Ævari vísindamanni. Ég heiti Ævar. Í þættinum í dag ætlum við að fjalla farartæki, skoða sögu þeirra og athuga hvort að hjálmar gera nokkuð gagn. Vísindamaður dagsins ekki einn, heldur tveir. Við setjum rætbræður og fyrstu flugferðina þeirra undir stækkunarglerið. Sprengjugengi Háskóla Íslands á sínum stað, við skoðum íslenskan kafbát, já ég sagði íslenskan kafbát, og svo, af því að þetta fyrsti þátturinn okkar og við verðum nú að gera eitthvað almennilegt, þá ætla ég að hjóla. En ekki bara hjóla, ég ætla að hjóla á sjónum. Það fáránlega gaman að vera komin aftur. Við ætlum að byrja nákvæmlega núna. Rúllið laginu! Gegnum tíðina höfum við mannfólkið þráð það eitt að vera einhvers staðar annar staðar en við erum akkúrat núna. Við viljum skreppa þangað, kíkja hingað og heimsækja þannig sem á heima þarna. Sumir vita fátt betra en að taka góðan göngutúr í rólegheitum á meðan aðrir vilja helst koma sem fyrst á staðinn. Og þá þarftu farartæki. Til að byrja með þá voru auðvitað engin farartæki. Fólk hafði bara fætur og varð að nota þá. Ef þú áttir traustan vin sem var til í að bera þig á háhest, þá varstu auðvitað í góðum málum, en það var ekkert gefið. Á miðöldum voru engin farartæki til hraðskreiðari en hestar á landi og seglskip á vatni. Mjög mikilvægt að rugla þessu tvennu ekki saman. Árið 1769 smíðaði franskur vélfræðingur að nafni Nicolas Joseph Cugnot farartæki sem margir telja vera fyrstu bifreiðina. Ökutækið var gufuknúið og franski herinn notaði það til að draga fallbyssur. Farartækið var þungt og klunnalegt og náði ekki nema 6 km hraða á klukkustund. Ekki var hægt að aka því lengur en 10 mínútur í senn, því þá var gufuvélin orðin aflvana. Cugnot hélt áfram að þróa ökutæki af svipaðri gerð og árið 1771 smíðaði hann aðra bifreið. Hún leit út eins og vagn á 3 hjólum með stórri gufuvél aftan á. Vélin gekk ágætlega, en erfitt reyndist að hafa stjórn á farartækinu. Þegar Cugnot var í reynsluakstri árið 1771 missti hann stjórn á farartækinu og keyrði á steinvegg. Og þannig atvikaðist fyrsta bílslys heims. Fyrstu gufuknúnu bílarnir voru smíðaðir á seinni hluta 18. aldar, en tækni sem gerði mönnum kleift að nota gufuafl til að knýja farartæki þróaðist mikið á 19. öldinni. Þannig urðu gufuknúin farartæki bæði á sjó og landi nokkuð algeng þegar leið á öldina. Bensínknúin farartæki komu fram seint á 19. öldinni, bæði mótorhjól og bílar, og þótt flugvélar sem farartæki hafi ekki litið dagsins ljós fyrr en snemma á 20. öld, þá kom fyrsta vestræna svifflugan fram rétt eftir miðja 19. öld. Og hér í lokin, svona fyrir ykkur sem finnst svakalega gaman að fara hratt, hraðskreiðasta farartæki í heimi er geimfarið Voyager 1 sem hefur verið á leið út að endimörkum sólkerfisins í aldarfjórðung. Geimfarið ferðast á 61.000 km hraða á klukkustund. Nú ég með stórhættulegt efni. Ég með megna brennisteinssýru. Ég með efni sem svo sem ekki það hættulegt. Þetta bara strásykur. Ef við setjum megna brennisteinssýru í sykur, þá gerist alveg stórkostlegt efnahvarf. Því að sykurinn úr kolefnum og vatni. Þegar maður hellir sýrunni yfir, þá losnar vatnið í sykurinum. Við fáum svona kolstaur. Ok, þetta mjög hættulegt. Við erum bæði í tvennum hönskum. Maður vill sko ekki fá einn einasta dropa af brennisteinssýru á höndurnar á sér. Vá, þetta var nú alveg svakalegt. Sérðu, þetta bara orðið að vera kolsvart. Nú þetta bara kolefni, engin sykur. Og þetta eiginlega svona eins
eins og, Kólstaur. já, staur. Sykurinn er alveg horfinn, nú erum við bara með kolefni. Já. Þetta er nú alveg magnað efnahvarf. Alveg rosalegt. Þetta er nú eiginlega bara uppáhalds efnahvarfið mitt. Reiðhjól. Reiðhjól eru frábær. Ég lærði að hjóla þegar ég var 6 ára gamall og það fyrsta sem ég gerði var að hjóla yfir litla bróður minn. Í alvörunni, þetta er sönn saga. Síðan þá hef ég lært að horfa hvert ég er að fara þegar ég er að hjóla. Fyrsta nothæfa reiðhjólið er talið hafa komið fram árið 1818. Það var Karl von Dre frá Þýskalandi sem á heiðurinn að því, en tækið var reyndar hvorki með fótstigum eða petulum né stýri. Heldur þurfti notandinn að hlaupa og renna sér áfram. Það myndi því frekar á hlaupahjól en reiðhjól eins og við þekkjum þau í dag. Verulegar framfarir í reiðhjólasmíði urðu næst árið 1861, en þá komu frakkarnir Pierre Michaud og sonur hans Ernest fótstigum fyrir á framhjólinu. Margir hafa eflaust séð útgáfu þeirra af reiðhjólinu á myndum, en framhjólið er gríðarstórt í samanburði við afturhjólið. Árið 1869 var smíðað reiðhjól með fótstiginn á milli hjólana auk keðjudrifs sem flutti átakið frá fótunum og til hjólana. Frakkinn André Guillemot sem smíðaði hjólið sá ekki fram á að hugmynd sín hefði nokkurt gildi og hann setti hjólið þess vegna upp á háaloft. 10 árum síðar fékk englendingurinn Harry Lawson sömu hugmynd og það var á lokum John Kemp Starley sem kom hugmyndinni í framkvæmd 1885 og gerði jafnframt bæði hjólin jafn stór. Það má því segja að John Kemp Starley hafi hannað fyrsta nútíma reiðhjólið. Eins og allir vita sem hjóla er gríðarlega mikilvægt að vera með hjálm á höfðinu þegar maður hjólar. Hjálmtak! Ef þú ætlar að hjóla þá áttu að vera með hjálm. Punktur. Alveg eins og þegar þú setur á þig öryggisbelti þegar þú sest inn í bíl þá áttu að vera með hjálm þegar þú ferð út að hjóla. Þetta er ekki einu sinni til umræðu. Eða hvað? Jú, kannski er þetta einmitt til umræðu. Hvers vegna í ósköpunum þarf maður að vera með hjálm? Hvað gerir þetta apparat eiginlega fyrir mann? Skoðum málið. Einna alvarlegustu áverkar sem af slysum hljótast eru höfuðáverkar. Reiðhjólahjálmur er byggður úr sterkri skel sem veitir höfðinu mikla vörn. Helstu rannsóknir sem á þessu hafa verið gerðar sýna fram á að reiðhjólahjálmar minnka líkur á höfuðáverkum 69% og 79% á alvarlegum höfuðáverkum. Enn fremur hafa rannsóknir sýnt að varnaráhrif hjálmana eru þau sömu fyrir alla aldurshópa, hvort sem þú ert barn eða fullorðinn. Þetta er í rauninni mjög einfalt. Engin hjálmur, ekkert hjól. Og með það í huga, þá skulum við vinda okkur í tilraun dagsins. En hún tengist einmitt hjóli. Hvað höfum við hér? Nú höfum við hérna gamalt hjól sem er orðið ætta hjól á vatni. Já. Það kemur í ljós. hvernig lætur maður hjól fljóta? Við erum með hérna plastkupa sem að halda þér uppi og svo erum við búin að sjóða hérna í felguna, svona skóflur þannig að þú ættir að ýta vatninu ef allt gengur upp eins og við viljum. Já, og hvernig er jafnvægið á þessu? Er ég að fara að detta úti eða get ég... Það er góð spurning. Kemst ég þurr í land? Ég myndi ekki treysta á það. Nei, ok. Þá veit ég því. Þá fer ég í hlaupbúning. Já. Nú sem maðurinn á bak við þetta hjól, ertu með einhver góð ráð fyrir mig svona áður ég legg í hann? Halda jafnvægi. Halda jafnvægi? Já. Aðalega 1, 2, 3, ok. Eitt að lokum. Er hjólið með nafn? Þurfum við ekki að finna nafn á hann? Jú, það verður enda mjög sniðugt. Já. Sko, ég er með eina hugmynd. Já. Sæhesturinn. Það er hjólhestur og sæhestur, þetta glötur. Nei, sæhestur lýst mér vel á. Já, herru, við skulum prófa þetta. Það er ekkert víst að þetta klikki. Við erum á leiðin út í Viðey. Kýlum á það. Já, þið heyrðu hvað ég sagði. Ég ætla að sjósetja hjólið og bruna út í Viðey. En ég gera það auðvitað ekki einn míns liðs. Það verður bátur við hliðina á mér allan tíman. Hvað er það sem þú gerir hér? Herðu, ég er skipstjóri. Og hvað felur það í sér? Herðu, við sjáum að koma farþegum í Viðey og tilbaka og við sinnum hvalaskoðun líka sem er svona stærsta verkefni sem við gerum í Valdíku.
Hvernig verður maður skipstjóri? Herðu, það þarf að fara í tækniskólan eins og heitir í dag, skipstjórnarbraut. Og það er hægt að taka það á mismunandi langa kúrsa í því eftir hvað maður vill vera á stórum og miklum skipum. Og var þetta eitthvað sem þú hafðir áhuga á alveg frá því þú varst lítill eða kom þetta seinna? Herðu, þetta bara svona datt inn. Þegar maður byrjaði að fikta við að vera hásæti til að byrja með. Hvernig eru aðstæðurnar hérna núna fyrir þessa tilraun sem við ætlum að gera núna? Hvernig myndirðu, það er gott veður, þannig að... Frábært veður, Já. Gott í sjóinn, virðist vera lítið af straumum hérna, þannig að ég full að trúa þér. Það er ekki eftir neinu að bíða. Það er gott í sjóinn og hjólið bíður. Ég er klæddur í blautbúning sem safnar í sig örlitlu lofti, svo ég sekk ekki. Og að sjálfsögðu, þá er ég með hjálm. Engin hjálmur, ekkert hjól. Jæja, við skulum prófa þetta. Þetta gengur. Og það fór ég upp! Nei, ég trúi þess ekki. Hvað erum við að horfa upp á hérna? Ævar, hann fellur í sjóinn eftir allan þennan undirbúning. Þetta er ekki bara vonbrigði okkar, þetta er vonbrigði íslensku þjóðarinnar. Væntingar þjóðarinnar voru svo sannarlega skrúfaðar í botn þarna og algjör sinn. Við höfum farið svona, 2 metra. Það eru bara 848 eftir þetta ekki. Já, hann gaf í botn. En mér skilst að hann ætla að reyna þetta núna síðar. Glæsilegt, við prófum aftur. Það er komið að vísindamanni þáttarins, eða réttara sagt, vísindamönnum þáttarins. Herramennur og frúr, ég kynni Wright bræður. Þetta eru Wilbur og Orville Wright. Þeir eru frægir gervalla veröld fyrir að hafa verið manna fyrstir að koma mannaðri vélflugvél á loft. Það er samt svolítið erfitt að segja að einhver einn hafi fundið upp flugvélina. Þessi merka uppfinning hefur auðvitað þróast og er ennþá að þróast. En það að fljúga loftin blá er eitthvað sem að manninn hefur dreymt frá örófi alda. Margir hafa komið fram með ýmsar tegundir af svifflugum, svifdrekum og loftbelgjum í aldanna rás. Ekki hafa öll þau tæki geta borið menn, en sumar svifflugur gátu það. Sem dæmi má nefna að árið 559 smíðaði Kínverjinn Juan Huangatu frá borginni Ye svifdreka sem bar mann. Á 15. öld fylgdist Leonardo da Vinci með flugi fugla og teiknaði í kjölfarið gervivæng. Bræðurnir Orville og Wilbur Wright eru þekktastir fyrir fyrsta heppnaða flug sem knúið var áfram af hreyfli og hægt var að stýra að einhverju marki. Þetta fyrsta flug átti eftir að skipta miklu máli því 20. öldin var mikil flugöld, bæði þegar kom að því að ferðast og stríði. Ég er sannfærður að maðurinn getur flogið. Það sé bæði mögulegt og hentugt, sagði Wilbur Wright 4 árum áður en honum tókst það, ásamt bróður sínum, að smíða vélknúna flugvél sem maður gat flogið og haft stjórn á. Wilbur fæddist árið 1867 og Orville 1871. Heima hjá strákunum var mikið og stórt bókasafn og voru þeir hvattir til þess að lesa það sem þeir höfðu áhuga á. Þetta er mjög mikilvægt. Þegar Wilbur var 11 ára og Orville 7 ára gaf pabbi þeirra þeim litla leikfangaþyrlu sem var gerð úr korki, bambus og pappír og svo teygju sem var snúið upp á til þess að láta spaðan snúast. Þetta leikfang byggðist á uppfinningu franska brautryðjandans í flugi, Alphonse Pénaud. Bræðrunum fannst þyrlan svo merkileg að þeir eyddu næstu árum á eftir í að byggja samskonar þyrlur nema þeir reyndu alltaf að stækka þær. En því meir sem þær stækkuðu, því verri urðu flugeiginleikarnir. Bræðurnir hættu eftir nokkur ára tilraunir að þróa þyrluna og snéru sér að tilraunum með flugdreka. Áhugið þeirra á flugi var mikill, en þeir voru ekki þeir einu. Út allan heim var fólk að reyna að fljúga. En það sem fékk Wright bræðurna til að hugsa sig tvisvar var hátt dauðsfall þeirra vísindamanna sem reyndu að fljúga. Þetta var nefnilega stór hættulegt áhugamál. Árið 1892 hættu þeir öllum spekulasjónum flug og opnuðu reiðhjólaverslun og byrjuðu að selja reiðhjól sem þeir bjuggu til sjálfir. Árið 1896 lést þýskur flugmaður að nafni Otto Lilienthal þegar hann var að gera tilraunir með mannaða svifflugu. Það sem var öðruvísi við þetta dauðsfall en öll hin
var að þetta sýndi bræðrunum að hægt væri að búa til vél sem gæti flogið með mann innanborðs. Og eftir það, þá var ekki eftir snúið. Flugið átti hug þeirra allan. Bræðurnir gerðu það sem allir alvöru vísindamenn gera. Þeir lögðust í mikla rannsóknarvinnu, skoðuðu flaug Liljendahl nákvæmlega og reyndu að komast að því hvað það var sem hann gerði rangt. Wilbur og Orville tóku eftir að þessar fyrstu og frumstæðu flugvélar voru næstum stjórnlausar. Tóku þeir að velta fyrir sér hvernig flugmaður gæti haft stjórn á flugvél á lofti, rétt eins og hjólreiðamaður stundar jafnvægislist sína á vegum. Wilbur útbjó væng á tvíþekju með hallastýri sem unnt var að sveigja þannig að hún gat oltið til hægri eða vinstri og þetta prófuðu þeir á flugdrekum og síðan svifflugum. Eftir að hafa hannað vél sem þeir treystu var komið að því að finna rétta staðinn til að prófa þetta flugtak. Veðrið og vindar urðu að vera hárrétt og þess vegna skrifaði Wilbur Willis L. Moore yfirmanni bandarísku veðurstofunnar í nóvember 1899 og bað hann upplýsingar veðurfarslegar aðstæður allt land. Þegar þeir bræður höfðu fengið upplýsingarnar, þá ákváðu þeir að flytjast til Kitty Hawk í Norður Karólínu, því aðstæður voru mjög góðar þar. Þar voru þeir næstu 2 árin og gerðu allskyns tilraunir. Þeir gerðu tilraunir með flugdreka og framkvæmdu yfir 700 vel heppnuð flug á svifflugum, bjuggu til vindgöng og prófuðu allskyns tegundir af vængjum. Þessar tilraunir leiddu þá að hinni fullkomnu lögun vængsins. Eftir að bræðurnir höfðu uppgötvað hvernig vængurinn þyrfti að vera gerður svo hann virkaði sem lyftitæki, var næsta skref hjá þeim að setja vél í maskínuna. En það var hins vegar hægara sagt en gert. Engin vélaframleiðandi gat útvegað þeim nógu létta og öfluga vél og auk þess þá höfðu vélarframleiðendur litla trú á einhverjum reiðhjólaframleiðendum sem vildu fljúga. Og til að bæta gráu ofan á svart, þá höfðu vísindamenn gefið út þá yfirlýsingu að það er ekki möguleiki að koma vél á flug sem er þyngri en loftið. Já, það var ekki til vél sem þeir gátu notað. Það var því ljóst hvað bræðurnir þurftu að gera. Þeir bara bjuggu til sína eigin vél. Og hvar? Nú, á reiðhjólaverkstæðinu, auðvitað. Bræðurnir hönnuðu sinn eigin mótor sem endaði á því að vera svo kraftmikill að þeir gátu meira að segja þyngt vélina. Þannig gátu þeir gert hana öruggari. 14. desember 1903 var komið að því. Bræðurnir létu nágranna sína vita af því að í dag myndu þeir láta verða af því og fjöldinn allur af fólki mætt á svæðið til að verða vitni að þessu merka afreki. Kastað var upp pening til að ákveða hvor þeirra fengi að fljúga og sigraði Wilbur. Hann kom sér fyrir borð, kveikti á vélinni og flaug af stað. En flugið tókst ekkert sérstaklega vel. Vélinn tókst vissulega á loft og Wilbur var vissulega borð, en hann komst í 4,5 metra hæð og flaug 30 metra, en flugið tók samt bara 3,5 sekúndu. Vélinn reis allt of hratt og aumingja Wilbur brotlenti. Þótt að vélinn hefði tekist á loft og tilraunin tæknilega séð tekist, þá voru bræðurnir metnaðargjarnir vísindamenn. Þeir sögðu að þetta hefði ekki verið almennilegt flug og teldist því ekki með. Þeir ætluðu að komast að því hvað hefði klikkað og reyna aftur. Og það er nákvæmlega það sem vísindamenn gera. 3 dögum seinna, þá reyndu þeir aftur. Í þetta skiptið voru áhorfendur nánast engir, enda héldu allir að þetta myndi mistakast aftur. Í þetta skiptið fékk Orville að fljúga. Veðrið var verra en þegar þeir reyndu að fljúga fyrst, skítkalt frost og vindur, en í þetta skiptið gekk miklu betur. Orville flaug 40 metra á 12 sekúndum og var hraðinn 11 kílómetrar á klukkustund. Þeir flugu 3 flug til viðbótar þennan daginn. Það lengsta var 59 sekúndur og þá flaug vélinn 260 metra. Hér var komið vélknúið flugfar sem hægt var að velta til beggja handa, stýra til hægri eða vinstri og beina nefinu upp eða niður. Á þessum möguleikum hafa flugvélasmiðir byggt þróun sína allar götur síðan. Þá má til gamans geta þess að fyrsta flug á Íslandi var árið 1919. Fyrir þá sem vilja vita meira Wright bræður, þá bendi ég á Vísindavef Háskóla Íslands, greinasafn Morgunblaðsins og tímaritið Lifandi vísindi. Við höfum talað allskyns farartæki í þættinum í dag, en eitt þeirra eigum við enn alveg eftir að nefna. Ég er að tala um þetta hérna. Kafbáta. Kafbátur er bátur sem er hannaður til að sigla í kafi.
Sá fyrsti sem vitað til að hafi hannað kafbát var breski stærðfræðingurinn William Bourne árið 1578. Hugmynd hans var að byggja lokaðan bát úr tré og vassheldu leðri sem hægt var að róa í kafi. Fyrstur til að smíða kafbát var hollenski uppfinningamaðurinn Cornelis Drebbel, en það gerði hann árið 1620. Kafbátur hans var svipaður þeim sem William Bourne teiknaði, hann var smíðaður úr tré og leðri og hafði 6 árar hvorum megin. Kafbátur Drebbels kafaði á 4 til 5 metra dýpi í ánni Thames á Englandi. Á 18. öld héldu kafbátar áfram að þróast og þá komu fyrst fram hugmyndir vatnstanka sem hægt var að dæla vatni í og úr til að láta bátinn kafa og koma aftur upp úr kafi. Slík kerfi eru enn í notkun í nútíma kafbátum en þeir hafa yfirleitt 2-faldan stálskrokk. Þegar kafbátar kafa vatni dælt inn í þá til að þyngja þá. Vatninu svo dælt aftur út svo hægt sé að sigla aftur upp á yfirborðið. Kafbátar urðu mun nothæfari þegar búið var að þróa vélar sem gátu drifið á. En fyrstu kafbátarnir með vél voru byggðir í lok 19. aldar. Á 20. öld voru kafbátar mikið notaðir í hernaði, en þá mátti bæði notað til að eyðileggja óvinaskip og líka til að flytja menn og varning á milli staða án þess að óvinurinn fyrir ofan tæki eftir því. Nú til dags eru kafbátar einkum notaðir í hernaði og við vísindaransóknir. Gott og vel, við höfum talað kafbáta, nóg af því, við skulum skoða kafbát og ekki bara hvaða kafbát sem íslenskan kafbát, hvorki meira né minna. Hvað þetta? Þetta ferlíki sem var smíðað í HR í fyrra. Þetta kafbáturinn okkar, Ægir. Hvernig býr maður til kafbát? Maður byrjar með mjög einfaldar hugmyndir helst og hugsar ekki of mikið í einu. Nú sér maður hérna, það allt morandi í vírum og allskyns tækjum. Hvað það fyrsta sem þú þarft að gera? Í rauninni bara að ákveða kannski hvað báturinn á að geta gert. Reyna síðan að miða út frá því hvernig maður ætlar að hanna hann, hvað hann á að vera stór, hvað þarf að vera öflug tölva í honum, hvað þarf marga mótora. Hvað getur hann gert? Hann getur siglt áfram, aftur á bak og farið upp og niður og tekið beygjur. Og svo með myndavélar, hann með eina myndavél framan og eina myndavél undir honum. Svo eru svokallaðir hydrofónar framan á honum sem eru í rauninni bara svona neðanhljóða hljóðnumar sem eru notaðir til þess að hlusta eftir ákveðnum tíðnuma hljóði og elta það. Það sleppibúnaður fyrir svona pílur. Svo hann líka með stórhættulegum skotbúnaði framan. Búið þennan bát til hér sem hluta af verkefni í skóla? Þessi bátur búinn að vera í smíðum gegnum bara áfanga sem kallaður Hönnun X. Ef maður hefur áhuga á einhverju svona, hvað lærðir þú til að enda hér í dag? Ég hef verið rosalega áhugasamur alls konar svona tækni og vísindir bara frá því að ég var krakki sko. Það verið svona á þeirri braut, hvað maður að segja, læra mikið af stærðfræði og eldfræði. Nákvæmlega. En segð mér aðeins frá batteríinu. Þessi batterí komu til okkar frá Google þegar Google komu með Google Street View bílinn til landsins. Og þá voru þessi batterí notuð í einhverjum bakpókum sem þeir voru að labba með eitthvað ábyggilega upp á Geysi eða eitthvað. Svo bara svo mikið tollavesen að koma svona dóti úr landi að þeir bara nenntu því ekki og ákveðu bara að skilja það eftir hjá okkur. Við skulum skipta aftur niður á höfn og athuga hvernig gengur. Og það bara, ef hann dettur á miðjunni, þá bara snúa honum við og höldum áfram, við ætlum yfir. Ég geri mér fulla grein fyrir því að þetta lítur kannski ekkert sérstaklega vel út, en svo lengi sem ég helst fyrir ofan sjávarmála þá ég sáttur. Þetta gengur hægt og það líður ekki á löngu þar til ég farin að finna fyrir mikilli þreytu í fótunum. Og auk þess þá þarf mikla einbeitingu til að halda hjólinu stöðugu. Og eins og þið heyrið, þá gengur á ýmsu í hjólinu. Það næstum því eins og sé verið að bryðja keðjuna. En búnaðurinn virðist virka og ég þýt áfram. Eða kannski ekki þýt, ég meira svona dóla mér áfram. Alveg þangað til
Við erum að ná út úr höfninni, þetta gengur ágætlega. Þetta er eins og að hjóla upp rosalega bratta brekku í einum gír. Mjög erfiðum og þungum gír. Þannig að við ætlum að snúa hjólinu við. Við ætlum ekki aftur tilbaka, við ætlum að halda áfram héðan. Nei, gati. Jæja, þá erum við búin að detta baki nokkrum sinnum. Detta baki, detta onni. Líðum sem við sé á ótemju hérna. Það er ennþá smá í land. Og svo til að bæta gráu ofan á svart, þá fer keðjan á hjólinu að klikka. Og þá er voða lítið hægt að gera annað en, detta enn einu sinni. Jæja, sko, staðan er svona. Ég er búinn að detta ótal oft af, við erum komin svona 2/3 af leiðinni. Nema hvað hjólið, það er ekki alveg að virka lengur. Keðjan er alltaf að losna af, við erum alltaf að þræða hana aftur upp á og hún losnar aftur. Þetta er bölvað vesen, en ég ætla að koma þessu hjóli út í Viðey. Þannig að loka tilraun, ef ég detta aftur onni núna ef að keðjan losnar af, ef þetta fer allt í steik, þá ætla ég bara að synda með þetta hjól út í Viðey. Það er bara þannig. Þetta hjól skal fara þangað. Annað er ekki til umræðu. Og það virðist vera sem svo að sæhesturinn hafi heyrt í mér. Skyndilega hætti keðjan öllu vesinni og hélst á, sem þýddi að ég, eftir meir en 1,5 klukkutíma á hjólinu góða, var að komast í land. Það eina sem ég hugsaði síðustu metrana var ekki detta ofan í hérna, Ævar. Já! Já. Þessu átti ég ekki von á, ekki eftir vonbrigðin áðan en áhorfendur góðir. Kraftverkin gerast. Ég er orðlaus. Ég er algjörlega orðlaus. Það var lagalegt. Ég ætla ekki að hjóla tilbaka. Tek bátinn. Þættinum er lokið. Ég vil þakka Vísindavef Háskóla Íslands, vísindavefur.is og leið minni ykkur á heimasíðu þáttarins, krakkarúv.is/Ævar. Þar getið þið séð alla þættina mína og líka hlustað á útvarpsþættina mína, Vísindavarpið. Við sjáumst í næstu viku. Í næsta þætti af Ævari vísindamanni. Við ætlum að fjalla jörðina. Við athugum hvort að allir jarðarbúar gætu komist fyrir á Vatnajökli og svo ætlum við að hanga svolítið á hvolfi í segulskóm. Við sjáumst í næstu viku.